Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessum sinni tökum hérna upp á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri og við ætlum venju samkvæmt að fjalla ýmislegt í dag. En við ætlum að byrja á því að tala um söngkeppni Norður- og Austurland sem að fer fram á morgun í Hofi og verið velkomnir, herramenn. Takk hérlega fyrir. Takk. Byrjaðu aðeins að lýsa fyrir okkur forsögunni. Það er söngkeppni framhaldsskólanna. Já. Og þið ákveðu, voruð þið ekki fyrstir til þess að ákveða að taka... Á verkmenntaskólanum. Já, verkmenntaskólanum, þið voru fyrstir. Hvers vegna? Sko málið er það að skipulagið aðalkeppnarinnar var alveg fáránlegt og við bara sættum okkur ekki við það. Þannig að ákveðum draga okkur úr keppni og við ráðfærum okkur svo við menntaskólann og ákveðum þá bara að keyra þessa keppni í staðinn. Hvað var það við keppnina? Þetta er náttúrulega á sér langa sögu, þessi söngkeppni framhaldsskólanna og hvers vegna að þetta lítur að vera svolítið stór ákvörðun? Já, algjörlega sko. Stærsti liðurinn í svo að í rauninni að fengu ekki allir keppendur tækifæri á að sýna sig og sanna í sjónvarpinu og í aðalkeppninni sjálfri. Heldur einungis 12 skólar. Og þetta er mikil breyting frá því sem það var. Þá voru alltaf, þetta var risa hátíð. Þetta var í rauninni ekki bara sjónvarpsviðburður, þetta var bara hátíð þar sem framhaldsskólanemendur á öllu landinu hittust. Já, eins og þegar þetta var náttúrulega lengi haldið hérna í íþróttahöllinni og þá var þetta svona mót þar sem allir framhaldsskólanemar fengu tækifæri til þess að hittast og kynnast og hafa gaman saman. Og kannski þessi stemming kannski svolítið farin úr keppninni í tímafyrirkomulaginu sko. Málið held ég það sem að hafi drepið keppnina var akkurat að hún fór í einkaeigu. Hvað meinarðu með að hún fari í einkaeigu? Sem sagt, Sagafilm keypti réttinn á keppninni fyrir 4 mánuðum síðan og samdi það eftir 4 ára. Og hún er búin að dala rosalega mikið síðan að þau fengu einkaréttinn. Þannig að kannski var að breytast úr því að vera bara skemmti viðburður þar sem að framhaldsskólanemendur voru að hittast yfir í bara sjónvarpsframleiðslu verkefni. Er það sem þið eru í rauninni kannski að mótmæla eða hvað? Já, algjörlega. Algjörlega sko, þú veist, þetta er bara að reyna að fá þannig sé pening út úr sig. Það er alltaf það sem ég sé út af skipulaginu sko. En það hlýtur að vera samt FF félag framhaldsskólanema sem að stýrir einhverju eða hvað? Jú, þau hafa alveg töluvert málið að segja, en það er kannski erfitt þegar staðan er orðin svona. En ég segi ekkert út af þau gera náttúrulega bara sannlega það best út úr það sem þau hafa sko. En ég veit að þetta var dramatík á bak við tjöldin, símhringingar og öskur og læti. Já. Þetta var það? Já, algjörlega sko. Ekki skáð utan að því. Nei, fenguð þið, hvaða viðbrögð voruð þið að fá? Annars staðar, frá öðrum skólum eða? Aðrir skóla voru marghverjir, sérstaklega svona, þegar landsbyggðin fannst svolítið brotið á sig, þetta væri svolítið líka miðja fyrir höfuðborgarsvæðið og það er kannski það helsta líka. Og þeir voru mjög ánægð með það að standa á móti þessu og þess vegna einmitt eru 7 skólaskattátir í dag að fara að vera með okkar eigin söngkeppni á morgun. Það, eins og segi, við tókum sambandsþing mjög fljótlega hérna á Akureyri þetta sko og þá var söngkeppnin umræðin í 3 klukkutíma og þá bara usuðu við bara öllu yfir síf þannig sé sko, bara allir skólarnir sínum skoðunum. Þannig að það heyrðist alveg það að landsbyggðin var rosalega mikið á móti þessu fyrirkomulagi og það var bara ýmislegt sem gekk á þar þannig að þetta er mjög mikil óánægja með þetta fyrirkomulagi sem þetta er sko. Og fenguð þið að heyra það? Við? Já. Ég fekk alveg að heyra það en ég svaraði bara. Já, maður fekk alveg aðeins að heyra það en ég meina þau skilja samt alveg ákvörðunina sem slíka. Já. En aðalatriði núna, þetta er ákveðin pólitík, það er bara Þetta er bara pólitík að vera nefndafélagi. Já, en staða núna, það er sem sagt bara skemmtileg keppni framundan. Þetta eru 7 skólar, hvaða skólar eru þetta? Tótaldibba. Já. Þetta eru alltaf Vaffuma og Emma og síðan eru við með fjölbrautaskólann á Norðurlands vestra. Svo eru við með verkmenntaskóla Austurlands og það eru þá Menntaskólann Tröllaskaga, framhaldsskólann Laugum og framhaldsskólann Húsavík. Já, þannig að þetta er svona norðausturveldið. Já. En þetta verður allavega, þannig að þarna er tækifæri þá til þess að halda allavega norðausturhátíð. Einmitt. Og hvernig verður fyrirkomulagið? Eru allir með 1 lag eða 2 lög? Það eru
það öllum var boðið að koma með 2 lög og en eitt skólinn, sem menntaskólinn Tröllaskaga, hann er bara með tilbúið með 1 lag sko, þannig að þau var eini skólinn sem er bara með 1 lag. Þannig að það var ekkert mál. Nei. Annars eru öll önnur mitt með 2. En hvað með dómnefnd og... Í dómnefnd sitja Friðrik Ómar, Erna Hrönn og Summi úr Handelsblaðinu. Sem er líka svona norðurveldið. Já, algjörlega. Skemmtilegt að hafa þetta einmitt svolítið svona lokal og byrja allan þar og svona sjá til hvað setur. Nákvæmlega. En hvað verða skemmtiatriði, hvað ætlaði að gera eftir keppnina? Er þetta, þú veist, átt að vera stemming í kringum þetta? Algjörlega, sko. Ég veit eins og að eitt skóli verður gistur upp í Emma. Já. Og ætlar svona að gera eitthvað úr þessu svona, að koma þessi norður og hafa svona stemmingsferð. En það gekk ekki upp að þessu sinni að hafa ball. Nei. En hver veit hvað komandi ár hafi fyrir með sig, sko. En það er ekki einfalt að rigga upp einnig svona keppni og að ýmsu að huga. Er þetta búið að lærdómsríkt ferli? Já, tvímælalaust, sko. Þetta er alveg fáránlegt að setja upp keppni á 5 mánuðum, sko. Já. Þegar við fengum ekki mikið tíma í skipulagning og þetta er alveg fáránlegt, sko. En hefur bara gengið mjög vel. Og allt hægt. Já, það er alltaf hægt ef viljinu fyrir hendi. Já, nákvæmlega. En hvað með framhaldið? Verður fætingur aftur á næsta ári? Þetta verður þannig, en núna er þetta komið þannig að samningur við Saga fyrir mig laus. Já. Þannig að það var bara spurning hvað Sif ætlar að gera. Nákvæmlega. Já, einmitt. Það er svolítið að bíða og sjá. Bíða og sjá. En miðasala og svona, hvað er það hjá ykkur? Það er á herðum okkar, en svo ef það verður einhverjir miðar lausir eftir miðasöluna hjá okkur, þá verður bara selt á hurð. Já. Það er bara Og við bara hvetjum fólk endilega til að koma. Það er lausir miðar og búumst við að það verður örugglega einhverjir í hurð. En þetta hefur bara gengið mjög vel og vonum bara til að sjá sem flesta. Ég líka bara endilega, þú veist, fólk má endilega bara koma bara upp í skólan og kaupa bara þar, sko. Það er ekkert mál, held ég. Nákvæmlega. Og hafa bara gaman að þessu? Já, algjörlega. Þetta verður stemming, sko. Er það ekki? Algjörlega. Heyrðu, bara góða skemmtun og njótið ykkar, svo verður spennandi að fylgjast með þessu. Takk fyrir það. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.